Takk kærlega fyrir að horfa á þættina mína. Það hefur lengi staðið til hjá mér að bjóða upp á áskrift þar sem dyggir aðdáendur geta fengið auka þætti og auka efni og haft enn meiri áhrif á þættina. Kíktu inn á sölvitryggva.is til að hjálpa mér að gera enn fleiri þætti með áhugaverðu fólki fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Byrjum bara, við erum að tala um æskuna þína í Bandaríkjunum. En ekki bara búið núna? Við erum að tala um æskuna þína í Bandaríkjunum. Það er svona því að eitt af því sem maður hefur séð í Bandaríkjunum er þessi rosalega misskipting og rosalega tveir ólíkir heimar. Hvernig lýsti þetta sér þegar þú varst þar sem barn? Já, ég var svo heppin að ég bjó á götu sem var í raun og veru milli þess að tvekja heima á vissan hátt. Og þetta var svona gata, þar sem að gatan við hinn endan, þar varstu bara komin í fátækri hverfi og svo gatan við annan endan, að hann var þannig að það var bara töluverð ríkidæmi og villur og allt þetta. Og vegna þess að við vorum, sem sagt pabbi var út í sérnámi en þegar læknarnir eru að byrja, það er lítið laun og þannig við mátti vera með fátækahópnum. Og síðan mátti líka vera með ríku krökkunum út af því pabbi var læknir og menntun og eitthvað svona, þannig að þá fekk maður að fljóta milli sér heima. Og það var samt þannig að ríka megin, það fannst mér oft flóknar að vera, það er svo mikið á óskrifuðum reglum og alls konar, að þar mátti ég samt ekki eiginlega vera ef það voru orðin fleiri en 3, vegna þess að ég var ekki í réttu skónum, docksiders og alligatorpeysunum og allir þessu. Þannig að, en ég kynntist, ég fekk að fljóta svona millir beggja þessa heimadaldið. Þetta er svona eitt af því sem að manni hefur kannski einhvern nátt fundist gott við land eins og Ísland. Það er ekki sér rosalega stéttskipting, en samt erum við einhvern veginn komin á stað þar sem það er ákveðin hópur af fólki hérna sem er bara í fátækt og er ekkert mjög sýnilegur kannski. Nei. Ég held að kannski bæði mesta fátæktin hér og stundum þetta mikla ríkidæmi að þessi tveir endar eru ekki eins sýnilegir eins og aukningin hefur orðið. Nei, einmitt. En ennþá eru við flestöll einhver stór miðhópur þar sem ég tel vera best að vera. Auðvitað þarf maður að hafa nóg mikið pening til þurfa ekki að hafa ágjör á honum. Að það er mjög erfitt að fara í gegnum lífið með sífelldari fjárhagságjör, það er alveg ljóst. En það er líka, það þarf sterk bein til að þola mikið pening. Það er ýmislegt sem breytist og ég man það mér þótt oft léttara, nú er ég bara að tala frá augum barns, þetta var æskan mín og það var oft meiri léttir fátækra megin sem barn. Nú get ég ekki tala fyrir fullorðna fólki, en það var einhvern veginn, það var ekkert flókið, þetta var bara einfalt og það var mjög mikið gleði og ég átti meiri eina vinkonu, pappina var smákrimi og hún var alltaf mikið gleði, hann losnaði á fangilsi og svona einhvern veginn, þannig var það, en svo hinum einn, þar sem að það var miklu meiri ríkidæmi, að það varð rosalega flókið. Það var meiri segja, það var líka dálítið ítalskur presens þarna í Buffalo og eitt af því sem voru fræg fyrir reyndar var mafjuna og en allavega það var meira stífari reglur og það sem mátti alls ekki brjóta og þú veist, vinkonum mínar fengu the belt, þetta var bara, ég ólst upp á þessum tíma ef það voru einhver brot, en svo líka þetta að ég meina eins og ég fór í sleepover til vinkonu sem var ríka megin, bara svona dæmi að þá voru lífverðir og við fórum bara á hótel, það var þannig bara helgin og við vorum einhver luxus og ég man ekkert með eftir þegar ég fór inn og við vorum að fara í gegnum á sundlaugina og þá langaði vinkonu minni í nýjan sundból en hún átti 12 og ég man ég hugsaði, hún á 12 og svo bara fekk hún sundból og svo var hún bara gleðin búin. Ég átti sundból, ég man ég fekk nýjan sundból, ég man ennþá, hann var svona neongræn og hann veitir mér ennþá gleði að hugsa um hann. Þannig að það er bara svona lítil dæmis að það er bara svo margt sem breytist og ég man líka þetta með lífverðina, það stuðaði mér dálítið. Og það var... Er ekki að því, mér langaði að tala við einmitt bara, þú náttúrulega, þrautmenntaði læknir og hefur verið að tala mikið streitu og bara þetta sem við mást að nefna nú náðan með peningana að er ekki rannsóknir benda til þess að sko peningar veita þér aukna hamingju fram að ákveðnu stigi og þá bara
verður þetta alveg flatt. Jú, og ekki eitt af því sem að valda fólki streitu eru peningaáhyggjur. Þannig að það er gott að ná fjárhagnum yfir það að sér að hafa áhyggjur. Já, klárlega. Það er mjög mikilvægt. Það þurfi ekki að hafa fjárhagsáhyggjur, að hafa nóg, en þetta nóg er einhvern veginn að teygjast aldrei í nútíma samfélagi og eitt af því sem ég verður að spila stórt hlutverk, það er þessi markaðsvæðing. Að það er alltaf systematískt verið að gera okkur óanægð með það sem við höfum. Við þurfum alltaf eitthvað annar og svolítið líka stundum hvað við erum. Við þurfum að ná þangað eða hingað og þetta orð bara, það hefur alltaf truflað mig frá því ég kom til Íslands að fólk segir ég bara þetta, ég bara hitt, eins og sé alltaf á leiðin að fara að gera eitthvað annar. Við erum guðsilof alls konar og við þurfum að hafa áhuga á öllu. Við þurfum að vera inn í bóksinu, við þurfum að vera út úr bóksinu, við þurfum á öllum að halda. Og menntun er jú ein leið og mikilvæg til þess að halda áfram að miðla þekkingu sem hefur fengist og svo verður að vera spyrjandi og gagnrýnir og þróun áfram. En það er ein leið, við þurfum fólkið út fyrir kassan líka. Akkurat. Og það kemur með aðra spurningar og aðra reynslu og þessi mentarhóki á Íslandi hefur alltaf truflað mig og mér fannst þetta til dæmis mjög skýrt vegna þess að þegar ég var bæði í læknadeildinu og í mörg ára eftir þá fór ég mikið út á land að leysa af. Bara þvílíkur heiður að fá að fara út og búa á stöðum og dettur strax inn í þjóðfélagið og er þáttakandi þar og svo var maður að hitta fólk og eins og víða, það mikið verið að vinna í fiski og þær sögðu alltaf, já ég er bara að vinna í fiski og ég reyndi að vinna í fiski þegar ég var úlingur og mér var svo kalt á fingrunum, ég fann ekki beinin og þá fekk ég bakkan allan daginn aftur og svo skarði ég mig svo mikið út í mest tilfinningun og þannig ég var með sár, þannig að þetta var allt síkt og ógæslegt, þá þurfti ég að vera í hanska og þá fann ég ekki neitt, þannig ég var hérna ein og ég gat ekkert unnið í fiski. Það var útilokað og ég ber ótrúlega mikla virðingu fyrir fólkinu sem kom okkur á 20. öldinni inn í þetta velmegun og þjóðfélag. En þetta er rosalega áhugaverður punktur að því maður hefur tekið eftir sem þetta er svona svolítið innbyggt í okkur þetta með mentunina að fólk sem er ekki mentað, einmitt eitthvað kannski sem maður var með í grunnskóla, hvað er þú að gera? Ég er nú bara í þessu. Já, ég er alveg sammála, þetta er rosalega Nei, maður á ekki að tala svona við sjálfan sig. Nei, og enginn hvorki við sjálfan sig eða við aðra og það sem er líka svo ríkt, það er mismunandi svolítið eftir menningarheimum, en líka við hér, okkur hættir það aldrei til að bera saman veikleik okkar við styrkleik annara. Mjög góða punktur. Og miklu betra að bera saman bara að við erum alls konar og það er mjög mikilvægt við séum ekki öll eins. Þetta er reyndar frábær punktur og væntanlega eitt af því sem er að valda streitu með smá dæmi að kunningi minn, mjög góð kunningi minn sem er húsasmiður. Að þegar við vorum einhvern veginn í byrjun árs eitthvað pæli að setja okkur markmið og eitthvað, þá fór hann beint í ég er nú ekki jafn mikið að hreyfa mig eins og þú, ég er nú ekki jafn mikið að gera þetta eins og þú og ég stoppaði hann á og sagði ég er ekki að byggja hús, sko. Nei. Akkur er þetta að bera þér saman með mig í öllu sem ég er bestur í. En þú talar ekkert um það sem þú er góður í. Nei, þetta er svo mikil skekkja og fólk er að gera þetta bæði þegar, eins og þarna, þú lýsir svo vel, þegar það er að tala saman, en það eru líka þessar innri raddir sem eru svo sterkar hjá mörgum í þessu niðurrifi. Og þessi innri streituvaldar, þetta er einn af þeim, eru líka svo sterkir og áberandi sterkir ef ég ætla til að bera saman við Spánverjana sem að þegar ég bjóð þar og meiris að þetta bara orð, ég heyrði það ekki heldur í Bretlandi. Það er kannski út af því að það var meiri stéttaskipting og fólk var sáttari þar sem það var og bara ánað að vera þar sem sagt miklu fleiri að maður heyrði ég er að bera út póst og viðkomandi var ánægð með það og mér finnst það frábært, ég held að þetta sé geggja starf, þú ert út allan daginn, þú ert að hreyfa þig, þú ert að bera og ég held að sé margt mjög jákvætt við þetta starf og sérð alls konar fólk og að var eina að bera út póst í hverfinu mínu og ef maður að hlusta á þetta, þá bara kæri kveðjur, maður fekk alltaf bros hjá henni og það bara bætti og það byrti svolítið yfir deginum. Þannig að en hér heyrir maður allt og oft fyrir allt og mörg störf eða það sem fólk er að gera eða ég er bara húsmóður. En svo það er mikilvægt að hlúa að heimilu og börnunum þegar það er hægt. Og þannig ég held að bara fara út úr íslenska orðaforðunum og svo held ég orðin eins og grátur, væla, skæla eigi líka það ég henda þeim út.
og tala að gráta og tala að vera grátmildur alveg eins og það tala hlátur sem náttúrulega gleðisprengja og partur af mennskun okkar eins og gráturinn Þannig að þarna eru strax nokkur orð sem ég ætla að nota tækifæri og reyna að henda út úr íslenskunni. Ég fer strax að hugsa þegar þú ert að tala með þetta með bara og síðan af því að þú ert læknir og sjúkdóma, orðið dis-ease. Dis-ease og að því þú sagðir þetta með markaðsöflun og svona, það rosalega mikið verið að gera út og að við eigum að vera í dis-ease. Algjörlega. Og ef þú ert at ease, þá voða lítið þetta að selja þér. Sko. Ég meina algjörlega, það svo mikil viska í tungunni og í tungumálunum og fólk bara oft hætt að heyra, hraðurinn svo mikið og mér finnst þetta bara alveg brilljant fyrir geðu sletti og ég náttúrulega fer svolítið að hugsa, nú ég að hugsa svo mikið mæsku, nú byrjaði það, nú byrjaði að hugsa ensku, en þetta neglir þetta með disease og þá langar mig að benda á annað orð sem líka segir svo mikið og það heilsa, að heilsa fólki, bara, góðan daginn, sæll, að heilsa og heilsan okkar. Þetta fer saman, það þarna verið að segja ykkur tengslin við fólk og næst þurfum að ganga fram hjá einhverjum á ég heilsa og ekki heilsa, það ekki með ægi nei og svo maður komið fram hjá, bara heilsa og ennþá betur að fylgi bros. Dagurinn verður betri fyrir sko báða aðilina og ef við komum myndi ekki eftir manni nú þá bara fekk hann óvænt bros en þarna og tengsl og félagslega tengsl það núna í COVID-tímabilinu náttúrulega bara við held ég höfum aldrei áttað okkur jafn mikið á því hvað félagslega tengsl hafa mikil áhrif á heilsu sko. Já, tengsl eru grunnurinn okkar tilveru það eru tengsl okkur sjálf það eru tengsl við hvort annað og tengslin við lífið eða þetta bara vera eitt, mér finnst bara viðtalið komið með þessu þetta það sem í grunnurinn það sem skiptir öllu máli 300 tengslum. 3 og sem í raun og veru renna saman í eitt og ef ég ætla að fá að loka lúpunni þá það líka tengslin okkar við umhverfið okkar og við erum partur af umhverfinu okkar og þau eru órjúfanleg og það gleymdi fólk í markaðsvæðingun líka og í hraðanum og það eru tengsl okkur við náttúruna og ef við fórum í orðið human þá humus, það jörðin úr latnesku. Við erum náttúrulega komin að jörðinni og erum tengt jörðinni og við rjúfum tengsl okkar við jörðina líka eins og gerast með loftslagslínunni og náttúruvánu sem við erum að skapa, þá erum við að skaða okkur sjálf líka. Það eru tengslin, öll þessi tengsl, í mínum huga þetta allt í raun og veru sömu tengslin sem við erum að tala við okkur sjálf, hvort annað og jörðina. Þetta allt órjúfanlegt partur af því að vera manneskja. Mér frábært þetta sem að þú hefur verið að tala nature deficit disorders. Já, náttúruleysi. Náttúruleysi, einmitt. Já. Þetta maður finnur þetta þegar maður fer inn í stórborgir þar sem fólk kannski hefur ekki farið út í náttúru í mörg árjábil. Já. Það bara eitthvað rosalega aftenging í gangi. Já, nei, algjörlega. Og þetta eitthvað sem við höfum alltaf vitað, en við kannski gleymdum. Þeir sem geta það að fara og koma sér upp sumarbústað í einhverju meiri róti náttúrunni eða fara í slíka ferðir eða koma sér á ströndina. Það ekki bara sólin, tel ég. Það það að vera núti á ströndinni og í allir þessar ferðir sem fólk sækist eftir að fara í. Þannig að fólk hefur vitað þetta en hins vegar vísindaheiminn var kannski ekki að horfa á þetta og það var svolítið vanræktur þáttur mjög lengi en bara síðustu árin ef þú ferð að skoða hversu mikið birt þetta, það komið upp í 1000 ef þú ferð að skoða núna frá því að við hafa verið sáralítið og þetta eru alveg stóru staðirnir sem eru að skoða þetta og þú getur fundið frá Harvard og Yale og Stanford og þetta nature deficit disorder. Í raun og veru, já, þetta tengsl okkar og mikilvægi fyrir bæði andlegu líðan okkar og líkamlega að þetta raunverulega lífeðlisfræðilega skiptir okkur máli. Þetta ekki bara eitthvað sem gott, sem okkur þykir þægilegt við höfum tækifæri til. Þetta eitthvað sem okkur mjög mikilvægt. Þannig að ég vil gjarnan lyfta upp í hugtækinu á íslensku. Ég búin að henda út nokkrum orðum, ég vil koma með náttúruleysi inn í staðinn og það finnst mér vera hugtæki sem neglir nature deficit disorder. Þá væri hægt að færa það inn í tungumál alveg eins og maður skilur þegar það einhverju setti ég í hreyfingaleysi. Algjörlega. Að þá væri ég í náttúruleysi því það bara allt á langt sinni fór í náttúruna. Já, ég tel að þetta komi upp með áhættu þáttunum einn fyrir heilsu, alveg eins og reykingar og hreyfingaleysi eins og þú ert að tala um og kyrrsetun og þetta allt saman. Að þetta, þegar en vandinn svolítið í nútímanum að það svo mikill að gamalli visku sem við hættum að hlusta á og innsæi sem við líka hættum að hlusta á
Þannig að það sem þarf að gerast í nútímanum ef við ætlum að breyta stefnu, þá þurfum við að sanna það líka vísindilega í þessum nútíma sem við lifum í til þess að samfæra þá sem fara með stjórn og peningana af hverju það verður að breyta og af hverju það verður að huga að hlutunum. Og mér fannst það frábært og ég var einmitt ég náði inn korti fyrir hrun, þá var ég á svona body mind ráðstefnu í Harvard sem var náttúrulega algjör hátíð, algjör. Og það sem þeir sögðu þarna hjá Mass General ég meina við fáum bara með mestu pening í heiminum fyrir rannsóknir og okkur ber bara að rannsaka það sem skiptir máli til þess að þið fáið rannsóknirnar og þekkinguna til þess að samfæra heima þá sem stjórna af hverju þau þarf að taka tillit til þess og breyta og hafa þetta í huga. Og það meðal annars ef við komum inn á þetta og svo meðal annars svo margt sem tengist huglíkamsfræðunum en ég verði eiginlega að nota tækifæri að lauminn varðandi hugleiðsluna. Núvitund, auðvitað voru austræn fræði með þetta mörg þúsund ára fræði og það þarf ekki vera endilega þannig að fólk sest krossleggja á gólfi, það bara það hafi það í sínu núi að það stoppi og finni enda aftur, ef við viljum koma af orðunum, mér fannst það svo fallegt með disease hjá þér að núið, augnabliki núna sem við höfum, að þekkingin þarna. Á ensku heitir núið the present. Og hvað present? Annað en gjöf. Og það sem þeir eru sína, ef ég fer aftur til Harvard, að þeir eru bara sína fram á það að það hefur áhrif á ég meina það eru komið svo langt, það svo mörg ár síðan fór yfir 1000, það komið svo mikið rannsóknum sem styðja hugleiðsluna en það bætir gráefni í heilanum og það bara á 8 vikum sem það sýnt fram á það bætir það fer alveg niður í orku hvatberun okkar, orkustöðar í frumunum ónæmiskerfið, eflið það er svo margt fyrir utan lekkan blóðþrýsting sem hefur lengi verið við það er svo margt sem þetta kemur inn í þannig að ég minnist á það hér vegna þess að það er svona áminning að hægja og fyrir fólk að njóta augnabliksins og COVID aldeilis að kenna okkur það. Það margt sem erfiðleikar og það seglan það, ég meina við vitum það verða alltaf erfiðleikar. Það eina fastan í lífinu, það alltaf breytingar og erfiðleikar. Seglan það sá eiginleiki sem hjálpar okkur standast eiginleika og helst að við lærum af þeim. Þannig að þetta eitt af því sem við getum lært af COVID, við getum lært margt annað og við komum aftur að tengslunum að ég vildi á ensku að þeir hefðu valið orðið upphaflega varandi COVID að tala physical distancing, ekki social distancing. Vegna þess að social þurfum við algjörlega aldrei meira en á hvert öðru að halda en physically þurfum við að vera svolítið frá hvort öðru tíma. Þetta þetta frábær punktur. Þetta eiginlega svolítið skakt hugtak. Þetta skakt hugtak, þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna að allavega að setja þetta þannig á íslenskunum. Við getum haft áhrif að hvernig við tölum þetta hér og ég trúi því að dropinn hóla steinin. Erum við ekki að koma á punkt að því mér svo gaman ég nýbúin að tala við Harald Erlendsson og nú ég að tala við því, þeir eru bæði læknar, búin að starfa við þetta lengi en bæði líka búin að vera að skoða aðra hluti. Þú ert í sjósundi og hugleiðslan og allt þetta. Erum við ekki að koma á stað þar sem að hugleiðsla til dæmis að færast frá því að vera eitthvað svona ég í hvítum kupl yfir í að bara hugleiðsla eitthvað sem ég geri fyrir heilsuna mína alveg eins og að borða holt eða sofa vel. Já, og að hreyfa sig. Ég meina þetta svolítið vöðvarækt fyrir heilan og ég held að, ég meina það hefur orðið gífurleg breyting, ég man eftir því þegar ég var í læknisfræðinni að þá voru mjög fáir í jóga og ég var ekki byrjuð þá, ég byrjaði ekki fyrir en eftir ég kom heim úr sérnámi og það er alltaf skemmtilegt að segja frá því, þá kom ég frá Bretlandi, búin að vera í burtu frá deildinni og vinnunni líka í utanspítali þjónustunni, ég hef alltaf verið mikið í henni og ég vann bæði á neyðarbílnum áður en ég fór út í sérnámið og eftir ég kom tilbaka og svo var ég á neyðarbílsvakt eins og gengur og búið að vera mikið að gera og svo segja strákarnir, heyrðu Kristín ætlar að koma með okkur niður í jóga og ég bara, það grínast, hvað það að meina og ég er búin að vera burstarinn í 5 ár og ég bara heldur út af mig og við verðum kannski að fara í fótbolta eða gera eitthvað og fórum í ræktina en ég fór niður og held að þetta væri eitthvað grín og heyrðu,
svo bara horfi ég á mína menn, klæði sig úr gallanum og bara eins og við vorum þegar við fórum í ræktina, við vorum bara í einhverjum ræktafötum innundir og svo leggja þeir þetta allt bara mjög skipulega á tækinu og allt þarna við endan og mottunni sinni og ég bara og ég var náttúrulega verið með, ég ætla ekki verið minni maður og svo þetta í alvunni jóga, þetta var eitthvað sem tekið upp á minni, ég var í burtu og ég hef alltaf verið mikið í íþróttum en ég var frekar styrð og byrja og er reyndar mjög styrð en það sem bjargaði mér var að Marteinn Geirsson var við hliðina á mér og það var náttúrulega algjör hátíð að vera við hliðina á honum og líka út að við vorum tvö álíka styrð að byrja á þessu og svo var dásamlegt að þetta var eini tími, við fengum svona 20 mínútur bara hvíld á sér vakt og akkurat náðum að klára þessa rútínu og það var fyrsti tíminn og það var dásamt nema til að toppa það þá byrjar hann og byrjar í alveg að spreyja svona rósa yfir okkur all þannig við erum náttúrulega og þetta var svo surrealist og þá lyktum við að þessu rósir og svo náttúrulega alveg í lokin nýbúin að fá spreyið, þá kemur útkall og við fórum út í þetta útkall og þetta voru maður fer bara beint í gallan út það tekur enga stund en þetta var lyktandi eins og rósir og sérstaklega sem gaman að Marteinn skildi lykta eins og rósir og sem var með mér á bílnum þennan dag en þetta var bara dásanlegt og þannig og ég dett stundum inn í þetta en þetta oft bara partur af eins og þreki sem ég fyrir í þá eru svona jógategjur í lokin og eitthvað svona þannig og svo kom ég heim með þegar ég var á Spáni og þá var ég í bootcamp alltaf hérna á sumrin þegar ég kom heim og þá var komið með jógað inn í það þannig að þetta er orðið svo sterkt en við glemdum þessu, vísindin sína við með mun eftir þessu en varðandi þetta kúpla út að ég finn það í sjónum og ég finn það í náttúrunum og ég finn það stundum í útsýninu sem ég sé á málverkinu og jafnvel bara í samskiptum við fólk sem eru alvöru en í okkar þjóðfélag og vestræna heim að við vorum með þetta í bæninni og það var hérna einu sinni og fyrir þá sem að fara með faðir vorið það faðir vor gef oss í dag vort daglegt brauð það ekki á morgun og hinn til þess að eitthvað það bara í dag, það núna en þetta frábær punktur ég hugsa þetta með faðir vorið gef oss í dag vort daglegt brauð en stundum bara gleymum að hlusta á viskuna sem ég í tungumálinu og svona ómeðvitað í því sem hún var að segja og ég kemur þess að aftur hringinn tilbaka þetta með heilsa þetta svo innilega ekki nein tilviljun á ensku heilsa að heilsa einhverju salud og heilbrigðiskerfið sanatorium de salud líka heilsa okkar heilsa þannig að mér finnst, þú kannski fyrir að hafa ágjörð af viðmælendum, ég sé svo mikið tengsl í öllu. Mér finnst ótrúlega gaman að fara svona inn í tungumálið og ég hef ekki gert það mikið í þessum þáttum en það er mjög, mér svo Guðni Gunnars og fleiri sem hafa verið að fara dálítið djúpt í bara hverjir eru merkingarnar í þessu. Algjörlega. Og þá byrja maður að nota þessi orð og einmitt, hugsaðu öðru í þessu. En hvernig, að því þetta svona, við erum að taka þetta svona ólínulega, hvernig að þú nefndir á þann útkall. Já. Hvað fær manneskju til þess að ákveða að vilja vera bráðalæknir? Því þetta það sem maður hugsar þú veist, þarna að fá fólk sem nýkomið úr slysum og einmitt bráðatilfelli. Já, en það svo mikið hægt að gera til að hjálpa og það grunnurinn og það þannig að þegar ég ákvað að fara í læknisfræði bara rétt korter fyrir þarna háskólan í raun og veru bara sumarið þá þetta var svona plan B hjá mér að þá fór ég þarna sumarið og eftir útskrift og þá reyndar leið og ég fór inn á sjúkrahúsið þá fann ég hvað hjarta sló þar og var hugfangin og í raun og veru öllum deildum sem ég fór á þannig að eitt af því við að vera slys og bráðalæknir það að þú heldur áfram svolítið í breiddina þú ert að fást við alla á öllum aldri og við aðstæð sem koma upp á hjá fólki þannig að þú, eins og marga sérgreininnar þá hefði maður, ef við hefði verið barnað þá hefði ekki verið mikið með fullorðnum og ef við hefði farið og svo framvegis, þetta svona maður fékk að vita svolítið allt en maður fór ekki eins á djúpið eins og ef þú færir ákveðna sérgrein fyrir hvern einustu hlut og það
heillaði mig að reyna að koma inn og bjarga því sem hægt ekki bara núna, heldur að koma viðkomandi frá, hvort sem það var sömur og andlitið, þannig að liti sem best út eftir 6 mánuði, ekki bara loka sárinu, eða einhver sem var í fjölslasaður út á vettfangi, að byrja að hlúa og búa hann strax, þannig að hann myndi komast sem best frá þessum skaða og sem minnka líkurnar á öllum fylgikvillum sem geta komið í kjölfarið og þá skipta vöndu viðbröðu upphafi gíflumáli og ekki bara það heldur stíuna aftar að reyna að koma í veg fyrir að fólki lendi í þessu öllu. Einmitt. Vegna þess að það var orðið þannig að í störfum mínum oft á tíðum að mér leið inn á slys- og bráðadeild eins og ég stæði undir foss með gatasikti og þess vegna alveg frá því ég var í læknisfræðinni hef ég alltaf tekið þátt í forvörnum og heilsueflingu. Vegna þess að þannig ertu með þekkingun og reynsluna af því sem þú séð að, og þú veist það hægt að koma í veg fyrir svo mikið af því sem fólk lendir í. Einmitt. Þannig að þannig eru tækifærið í forvörnunum og hvort sem það umferðin, en ég hef verið virkjum fyrir forvörnunum eða í lífsstílum, ég meina með vaxandi lífsstílsjúkdómum, ef þú færi fólki í þekkinguna og býr til ytra umhverfi sem auðvaldar fólki að lifa heilsusamlegri lífi, að það skiptir öllu máli vegna þess að lífsstílsjúkdómurnir eru náttúrulega sliga heilbrigðiskerfin okkar og það ekki leiðin inn í framtíðina en það svo mikið sem við getum gert sjálf og líka stjórnvöld í kringum okkur með að búa til þannig umhverfi og þess vegna finnst mér að við getum ekki bara verið í alltaf þessari einkenna afleiðingadrifinni læknisfræði að gera hlutunum þegar skaðan skeður. Þetta náttúrulega talandi faraldur, lífsstílsjúkdómar eru búin að vera faraldur í allavega hennu vestræna heimi í mjög langan tíma. Alveg alvöru faraldur. Já, algjörlega. Og það þarf að horfa á þá þannig. Einmitt. Og þannig að, en það eitt af því sem til dæmis hefur verið mjög vel gert í þessum talandum faraldur og ef við tölum COVID-faraldurinn, að það hefur verið alveg ofboðslega flott hvernig þríeykið hefur tekið á þessu með að skapa öryggi og halda þjóðinu upplýstri og hvernig landlæknisembættið hefur og líka og þau öll í raun og veru og hafa nota tækifæri til þess að læða inn lýðheilsusjónarmið og minna okkur á hvað skiptir máli og maður heyrir það líka núna í þessum heimsfaraldri að margir töluðu til dæmis maður jólin, ég hef heyrt fólk segja þetta voru bestu jólin, það var minni hraði og það gat slakað á og notið þess með sínu fólki að það fólk sem líður betur þegar streitunu og spennan og álagið hefur minnkað en þessar raddir ekki háværar eðlilega, vegna þú ert ekki að tala um að þér líður betur þegar það verið að ógna afkomu fólks, þegar það veruleg fjárhagsvandamál og veikindi. En hefði ekki samt, náttúrulega ekki að lasta þau, en hefði ekki mátt segja bara þarna frá byrjun, þegar það allir að spritta sig og hefði þetta physical distancing og allt þetta. Svefn til dæmis, nú bara vitað að ef að svefn fer undir ákveðin klukkutíma fjölda þá hefði það ekki átt að vera bara, þú veist, bara áttum okkur á því að of lítill svefn bara þegar kemur að veirum og ónæmiskerfinu og öllu lífinu þannig að mér stæðis að það hefði mátt hamra meira á þessu Já, ég held að það ég hef heyrt Ölmu vera að tala með þetta og við erum bæði mjög hrifin af og þakklátt starfi Matthew Walker sem kemur í haust. Ég veit nefnilega að hún búin að vera og ég veit að hún sjálf hlúir vel að sínum svefni. Já, algjörlega. Og það hefur verið minnst á þetta og ég held, og þetta eitt af því, ég var einmitt með reynda fræðslu svefn og komu hans í rannsóknarnefndirnar fyrir samgönguslysinn í síðustu viku. Vegna þess að við ætlum öll að fara og við erum að sjá að það svefnleysi einn af áhættu þáttunum í umferðarslýsunum og öðrum slýsum, samgönguslýsum sem að verða hafa orðið og það og mér svo hú hefur lýst því fyrir COVID að þetta væri heimsfaraldur svefnleysið í heiminum og meðalans verður umferðarslýsin, það eru það bil 7.000 dauðsföll á ári í Bandaríkjunum sem að má beinlinnis rekja til svefnleysis
og það er rúmlega tvöfalt fleiri en þeir sem dó í tvíburaturnunum. Og við áttum okkur á viðbragði sem fór í gangi í heiminum varandi tvíburaturnunum, hvar viðbragðið í heiminum varandi svefnleysi sem tekur út, sem ógnar heilsu okkar í miklu meir og vandamál. En þá kemur þessi punktur að við erum kannski, þetta náttúrulega alltaf svona pendúll. Mér finnst að því ég hef mikið verið að tala heilsu og halda fyrirlestur á svona. Mjög ánægð með það. Þá veltir maður fyrir sér þetta sko, eins og með svefn. Mér finnst þess að síðustu 10 árum höfum við öll orðið, eða svona segjum, jafnvel bara síðustu 5. Meðvituð mikilvæg svefn, bara hversu mikilvæg er. En á þessum sömu 5 árum hefur hegðun okkar varandi svefn verið að fara í hina áttina. Það er að segja við sofum minna, við gerum meira því sem vont fyrir svefn og minna því sem gott fyrir svefn. Þá fyrir maður að hugsa að við búum á tímum þar sem rosa mikið af upplýsingum. Og meðal manneskjan veit bara mjög mikið heilsu. En stóra spurningin er kannski, af hverju getum við ekki framkvæmt það sem við vitum? Já. Það eru margir sem að gera margt. En í stóra samhenginu það vantar vel mikið upp á og eitt af því að það var mjög mikil vonbrigði að þau skildi ekki fara út í að leiðrétta klukkuna. Vegna þess að Íslendingar, við sofum með Spánverjum, við og Spánverjum fyrir síðast að sofa af Evrópuþjóðunum. Það var samkvæmt einhverju rannsókn sem ég sá. Já, bara síðast á kvöldin. Já, við fyrir síðast, en Spánverjarnir hafa síðasta. Og ég man eftir því þegar við byggum á Spáni í mörg ár, að ég var alveg gáttuð þegar mínir vinnir og börnin og þetta og þau voru í alveg að taka síðastu og ég hringdi á fólk á miðjum dag og það var bara hrikalega dónalegt. Og það var bara eftir að grínast, Kristín. Og þannig að þau köstu sér út, en fyrir 2, það er mjög mikilvægt, að það er að vera ekki leggja sig of seint, þannig að þá truflar dægurytman. Og ef maður fer bara inn í líkamsklukkuna, og aftur ef við komum að tungumálinu, að það vita allir að óregla það er eitthvað neikvætt sem fylgir því. Óregla er bara það þegar þú ert ekki verið að þína líkamsklukku. Og líkamsklukkan við erum með innbyggða líkamsklukku, circadian, þetta er líkamsklukkan á latnesku og við erum öll með þetta og ekki bara við og ekki bara sem sagt að við sofum og vökum, það er miklu meir en það er bara öll kerfin okkar eru stillt inn á þetta er eins og góð symfónía, það er góð hljómsveit og ef hún í synki og þú ert með góðan hljómsveitarstjóra sem skipulegir þetta vel, þá er þetta frábær tónlist, en ef hver spilir eftir sínu höfðu og ekki spili í takt við hina, þá fer allt úr syngi. Það er óregla í líkamannum. Og þannig við erum með þetta í líffærakerfinu okkur, við erum með þetta í hormónakerfinu, við erum með þetta niður í vefjunum okkur og í hverju einustu frumu. Þannig að svefnin er eitt partur af þessu og þess vegna skipta líka máltíðna svolítið máli, hvenær við borðum upp á, að til dæmis það eru einhverjir rannsóknir sem hafa sýnt, ef þú borðar ekki eftir kvöldmat og kvöldin, þá er betri sykustjórnin og insulín og allt þetta og svefnin er betri, hún er betri djúpsvefn og síðan jafnvel minni innri kviðfitu sem er svona vondafitan, sem eigur áhættu þátt fyrir ýmislegt. Þannig að hún bara minnkar þó fólk ekki að borða að fara í kaloríur. Þannig að það er bara verið betri að fylgja sinni líkamsklukku. Þannig að aftur við kemur að dægurklukkunni að dægurvillu sem er það þegar líkamsklukkan okkar er í öðru syngi en umhverfið okkar, eins og við erum á Íslandi. Þannig að meiri þess að erum við 1,5 klukkutíma vitlaus, þannig að mér fannst að tillagan ætti að vera 2 klukkutímar og svo hefur kannski verið að fara millivegin og samþykja 1 klukkutíma. En klárlega er rétt að gera, þetta er margþætt og þetta er einn af þáttunum sem ég tel að hefði geta hjálpa okkur vegna þess að við notum mesta geðlyfjum og svefnlyfjum ekki bara af öllum Norðurlöndum, heldur sumir vilja segja meir en er þekkt í Evrópu og jafnvel miðað við Bandaríkin. Og ég meina hvað Íslandingar virðast verið með heimsmet í mörgu finnst mér svona stundum. Já, en eitt af því sem gæti skýrt þetta því við erum að tala um líkamsklukku. Við búum náttúrulega í landi sem maður þarf að hafa meira fyrir því að stilla líkamsklukkuna hér út af náttúruskilyrðum. Þetta er einhvern veginn það að vera með sama svefnmunstur 20. desember eða 20. júní, það kemur kannski ekki alveg að sjálfum sér. En það er alveg líka til tíðasveiflur og við erum náttúrulega búin að alast upp og aðlaga svolítið okkar umhverfi, þannig að enda voru margir með hennar lúr eftir hádegi. Þetta var til og í sveitunum
og ég var eitthvað að ræðum þetta á daginn á einhverju ráðstefnu og þá kom einhverju til mín og sögðu bara þetta tíðkast enn þá í minnisveit. Já, að leggja sig aðeins eftir hátíð. Já, þannig að En aðeins ef við förum aftur að þessar lækningunum, sko, að því þegar ég var að hugsa þetta, og ég fór nokkur sinnum á bráðadeildina þegar ég var að vinna á Stöð 2 að taka viðtöl og mér langaði alltaf að fá að vera þarna, það var bara erfitt að fá leyfi fyrir því að vera þarna heila helgi og blörra þá fólki sem er að koma, því maður bara, það eru næturvaktirnar á bráðamóttökunum helgar geta verið skrautlegar, en ef þú höndlar þetta að bara meðhöndla fólki í þessu ástandi, þá hlýtur þetta að vera svona einhvern veginn samt nærði að vera læknisfræði heldur en þessi lífstílsjúkdómar þar sem að læknisfræðin kannski, að því þarna ert í alvörunni að bara að laga fólk, akút. Fyrir mér þetta algjörlega tengt. Okay. Ég meina, það ef þú ert læknir, þá þarftu líka, finnst mér að deila þinni þekkingu reynslu og mér finnst þarna ég hef aldrei sóst eftir því að fara í viðtöl, ég meina, mér finnst auðveldra að gera margt annað, ég ætla bara alveg að viðurkenna það og þarna, en mér finnst það og alveg frá því ég kom heim, þegar ég kom heim úr sérnáminu fyrst og var að vinna þá í Fossvoginum, þá talaði ég mjög fyrir því, við verðum að fara í fjölmiðla, við verðum að tala þessu hluti, þá lenti ég svolítið í því tíma, þá var bara dálítið mikið ég, en mér finnst við öll þurfa að segja hvað við erum að sjá, vegna þess að slys- og bráðadeildir, ég nota ennþá slys- og bráða. Ég lærði í Breitlandi þegar þetta hét ennþá accident and emergency og ég nota það viðsvitandi ennþá, þó að á Íslandi er bara að tala um bráðalæknisfræði, til að minna á slysin líka. Vegna þess að slysin, við svona vekja fólk til umhugsun það, ef þú getur fyrirbyggt slys og svona sagt, er það ekki þá svolítið sjúkdómur líka? Það þarf að breyta hugsunarhættinu. Við getum fyrirbyggt stóran hluta af slysunum með fræðslu og til dæmis hvað umferðinu varðar, það hefur sýnt sig endurtekið ef þú eykur sýnilega löggæslu, þá minnkar þú slysatíðina. Og ég tala lögregluna eins og vinir okkar, að sjálfsögðu, þeir eru bara með okkur í þjóðfélaginu til að hjálpa að halda okkur í lagi og hjálpa láta hlutina ganga. Þannig þegar ég sé lögreglu vera að fylgjast með og með hraðan, ég bara vink og brosi og er ánægð vegna þess að þarna vera aðeins að tjúna umferðinu niður og það er þannig, því meiri hraði, því meiri skaði. Þannig ef við tjúnum niður, þannig ég sé þetta líka sem eitthvað sem er partur af okkar starfi. Sér maður þetta þegar maður vinnur svona starf, talandum bílslys og slys. Ég man eftir fyrirverandi kærasta mín, mamma hennar skurðhjúkrunarfræðingur og alltaf þegar tilkynningun slys þá fann ég í gegnum hana, hún var manneskjan sem var bara er ég að fara að fá símtali núna því að það er svo mikið blóð og það vantar fleiri upp á deild og er ég hún var kannski á aukavakt eða bakvakt fer maður að sjá þess að hluti með öðrum augum maður vinnu við að taka á móti fólkinu eða mæta á slystað? Að sjálfsögðu. Og ég, ef þú myndir spyrja strákanum mína 3 sem eru svona bara venjuleg líflegir strákar, þá myndir þeir segja að þetta hefði vissulega haft áhrif á mig. Ég er mjög á því og hef allatíð verið þannig að fólki að lifa lífinu lifandi. Og það er meira heilsutjón að liggja heim í sófa heldur en að fara út og taka þátt í lífinu. En ef þú ferð út og tekur þátt í lífinu, þá getur líka slasaði þar. Og þannig að en það var alveg, ég var mjög ánægð að stóri strákurinn minn var 20 þegar hann tók bílpróf. Ég meina, hann var með hjól og við byggum í Vesturbænum og þetta var bara auðvelt að fara og það lá ekkert á. Og við hefum alltaf átt bara 1 bíl, fjölskyldan og farið mikið, gangandi, hlaupandi á hjóliða strætó og hvernig sem það er. En þannig að vissulega hefur það áhrif og svo þetta, ég meina, bara hluti sem maður hefur séð, ef menn voru að fara út að skemmta sér, ég vildi væri vel klæddir, bara út að ég hef séð fólk verða úti, þú veist, bara fá sér áfengi og verða úti, skilu, það er svona hluti, það eru hluti sem dúkku upp og maður er svolítið með þetta fólk með sér sem maður hefur séð, þannig að ég reynir samt að ofverðandi ekki, ég hef verið mjög upptíkin af því, ég ætla ekki að ofverðanda, það verður að taka þátt og meiri svo þeir hafa allir verið mjög mikið í fótbolta og alla tíð og lent í alls konar meiðslum, en
þegar ég horfa á fótbolta og ég hugsa þetta í alveg svona og ég er með love-hate við fótbolta, ég er bara íþróttir, við eigum að hreyfa okkur og taka þátt og svo það hóp íþróttirnar, það svo mikið tengslar og liðið og vináttan, þannig horfi ég á það og ég segi ennþá við það í dag þeir eru að fara að spila gleði í boltanum og bara góða skemmtun og þeir eru farin að hlæja svolítið að mig núna en ég hugsi í alveg þannig vegna þess að ég ólst upp aftur hérna í æsku, ég ólst upp Kóreustríðið var búið en Víetnamstríðið var enn í gangi og var að klárast og ég var eina af þeim sem sá hárið úti sem bara þegar það var nýtt og ég man eftir the veterans, hermennum verið að koma heim og hjólastólunum og það var svona garður nálægt og ég man eftir hippunum alvöru, peace and love og öllu, þetta eitthvað að þegar að koma að því ég var 18 ára hérna heima, þá var ég komin heim og ég var í menntaskóla og ég þurfti að endurnýja grænakortið að þá gerði ég það ekki og ég gerði ekki, þess að ég gæti ekki hugsa mér, ég ætlaði mér ekki þá var ég svona farin að skipta skoðun við þá var ég ánum svo mikið íslendingur að mér langaði ekki til að eiga það að festast út í Ameríku sem fullorðin ef ég myndi nú eiga börn, ef ég myndi nú eiga stráka út af the draft sem hrikalega stórt orð og vekur með mig mjög neikvæðar tilfinningar. Til að vera að setja unga menn í herinn. Já, bara herskildan, þetta var eitthvað sem ég í alvörunni og það var þarna, það voru þarna einhverju eldri bræður einhver staðar og þetta er mjög raunverulegt fyrir mér og þarna, ég man ekki einu svona, já, fótboltinn, þannig meiri segja stundum þegar að þeir eru nýkomnir út úr eymslum og hafa lagst á spítala að fara í aðgerð eða eitthvað, ég mun búin að lenda í alls konar að þá er ég bara svo þakklátt að það er ekki stríð að við erum í friðsölu að þannig fólk bara að tala að berjast á vellinum og það er ekkert verið að kalla menn í einhver herskildu og þó að fólk meiði sig svolítið þarna líka þá megi bara vera ánum með það að þeir eru þarna í leik og orkan fer í það og við erum ekki að fara í gegnum það sem að einhver svona, alvöru stríð og alvöru hluti annars þar. Það eru svona hugsanir sem karlað mér en það lifi ég bara yfirleitt hversdagslega í mjög miklu þakklæti. Það er nú bara þannig og þannig að ef ég ætla að fara að vera eitthvað streitt yfir meiðslum og það hefur oftast verið þannig að það er 1 metur í einu, ég á 3 og sérstaklega þegar þeir fáskipti sem enginn er akkurat meiddur að þá er svona þetta foreboding joy sem Brené Brown hefur gert frægt í sínum TED-fyrirlesturum sem er mjög mikilvægt konsept að fólk það má ekki vera þannig að fólk hafi áhyggjur sem skemmi þá augnablik gleðinar og þannig ef ég finn ég hef svona gripið við þetta þó ég hugsa þetta ekki oft þetta svona kemur þannig að þú spyrði mig líka með fólki sem að ég hef séð inn á deild og verið að liðsina það er alveg ofboðslega gefandi að vera að hjálpa fólki og það er ótrúlegur heiður að hafa verið að starfa í þeim geira og við það svona lengi og það gildir með alla deildir sem ég hef unnið á og það gildir innan spítala og utan spítala og líka í forvörnum og það er þannig, ég var einhvern veginn að fylgja sér Versló og hún beðin að koma og ég var með heilansal og maður veit að statistikinn segir við svona fræðslu að þá minnka tíma minnka slysatíðin og eftir, meira sér úr með endurlífsnámskeið og ég var með þau námskeið og ég tók þátt í að koma þeim á fyrir spítalan á sínu tíma, svona viðurkennd og alþjóðum staðli, en þá er það þannig að þó þessi bara endurlífsnámskeið að þá er fólk svolítið varkárur umferðinu eftir. Þannig að þetta skiptir allt máli, en þegar ég var að horfa út í salin og horfa á allir þess að krakka hérna úti og mjög áhugasum að hlusta á okkur, að þá hugsaði ég kannski verður þarna einhverjum sem er bjargað einhver tímann fyrir þess að statistikinn segir okkur fræðslan, hún skilar árangur það verða menni slys þannig að þessi gætt að halda þessu vakandi og svo frammeðs og svo líka með aukna löggæslu, mér finnst það mikil synd í þessu þjóðfélag okkar, líka það hefur orðið svo gífuleg aukning á bílum og svo erlendu ferðamönnum þegar COVID er ekki, að við verðum að auka sýnilega löggæslu. Það er ekkert land sem ég hef búið í sem ég hef haft eins lítið af sýnilegu löggæslu og mér finnst líka mjög mikilvægt að lögreglan haldi áfram að fara í skólana, í barnaskóla. Ég man ennþá þegar ég kom til okkur úti að þeir eru vinir okkar, við erum að vinna með þeim, þeir eru þarna til að hjálpa okkur, þeir eru ekki óvinir okkar. Og það sem ég hef séð starf þeirra,
talandi þú svona færi mér svolítið aftur, ég var í þessari vinnu mína, bæði hér og úti á deildunum, og við unnum svo mikið með náttúrulega sjúkraflutningsmönnum og lögreglumönnum og svo björgunarsveitum við sem vorum í vettvangsvinnunni ber ótrúlega mikla virðingu fyrir þessum stéttum og lögreglan, munun á því sem lögreglan var lendi með við hinn, þegar við fórum á staðinn þá fengum við svona svolítið immunity, ónæmi nú sjaldan í raun og veru í mikill hættu, og fólk var mjög sjaldan neikvætt við okkur eða sjúkraflutningsfólki eða björgunarsveitar, en fólk gat verið neikvætt út í lögregluna, þannig að lögreglunan þarna líka, þeir eru að reyna að hjálpa okkur, en þeir fá miklu meira af skít heldur en við hinn. Hægt að lýsa eitthvað tilfinningunni þegar að maður að fara á vettvang og maður veit að búið að eiga sér stað hræðilegt slys og maður á að fara að hlúa að einhverjum? Sko, maður fer bara in the zone ef maður fer í flæði. Og það þannig maður bara dregur djúpt andan og maður fer í verkefnið. Það bara þannig og maður fer í fagmennskuna og maður skilur tilfinningarnar eftir. Maður finnur það stundum þarna í augnablik og það þess vegna sem að við erum svo hörð sem hefur verið að vinna lengi á þessum vettvangi og fara í slysin til dæmis, ef við ætlum að tala umferðina. Vegna þess að þú sérð bara, ég með minningar, það sem maður fer í slys og svo hringir síminn við hliðina á einhverjum sem raunverulega kannski að blæða út eða hefur blætt út og svo stendur bara á farsímanum mamma. Þannig að maður fer inn með svona alveg algjöra samfæringu í hjartanu eða horfir einhvern á gangbraut og þarna var blaðið sem var að sækja í búðina dagsinn, hann var bara að fara að fá sér kaffi, sopa og lesa blaðið. Það eru mörg svona myndbrot sem ég hef og þegar ég veit að það hægt að gera svo mikið til þess að hafa áhrif á þetta þá finnst mér okkur bera skyldu til þess. Þá náttúrulega byrja maður að horfa á forvarnir með öðrum augum. Allt öðrum augum og það á að hlúa að þeim á allan hátt og ekki, ég svona kannski komin á þetta núna og ég var að vinnu fyrir rannsóknarnefnd umferðarslys í gær og ég var líka á FIB stjórnarfundi í gær, þannig að þess vegna kannski stendur mér svo nær, ég var svona klára fyrir páska að hvaða ofboðslega mikið hægt að gera og þessi slys þurfi ekki vera og mér finnst þessi setning, ég vil bara segja henni aftur því meiri hraði, því meiri skaði að það bara í alveg svona. Sko, að því við erum búin að tala einmitt Víetnamstríðið og þetta eitt af því sem gæti gerst þegar fólk vinnur svona starf er að þú verður á einhvern veginn þakklátari fyrir lífið þegar þú sérð svona og eitt af því sem gerist eins og bara svona, ef ég segi ég sé fjölmiðlamaður í minnistétt það er þekkt að stríðsfréttamenn verða svolítið háðir því að fara á stríðsvettvang. Getum maður á einhvern veginn orðið smá háður því að því þú einhvern veginn þú hlýtur að upplifa það svo mikið lifandi og finnur kannski þakklæti fyrir þitt eigið líf þegar þú sér hvað margt sem getur farið úrskils. Er það ekki eitt af því sem gerist hjá fólki sem byrjar að vinna svona störf? Já, þetta ágætis lýsing, en það þannig, ég meina sömu segja að slys og bráðulækna séu svona bara adrenalín fínglar, ég meina maður hefur alveg heitt það og það séu bestu partíin og eitthvað svona alls konar og ég gleymi því ekki, ég fór á þing úti í Washington fyrir einhverjum árum síðan sem að þetta eru rosa stór amerísku þingin og þetta bara eins og mæta á járnbrautastöð, þetta eru sko mörg þúsund manns og þetta var í eitt af þessum risa convention center og ég var eitthvað týndist og ég spurði the doctor's conference, oh yes, go to your right og eitthvað, ég fór þangað, svo bara gekk inn í sal og þar voru bara fínt vel til hefur menn og konur og konurnar í hælum og mennirnir í jakkafötum og með svona einhvern veginn bara drekka ykkur á koktela og ég bara byrju, is this the doctor's conference? Og þetta var bara sko ekki mitt fólk og bara, yes og ég, nei, þetta er ekki minn hópur, it's not my tribe nema svo fór ég og kom í ljós, þetta voru heil og taugaskurlagnar og þeir eru bara svolítið öðruvísi og þeir voru bara þarna svolítið fínni og svolítið svona, já, marga góða vinni og þeir eru dásanlegir og ég fagna mjög þessari stétt en þeir voru ekki alveg saman stað. Svo fór ég og fór tilbaka og ég fann the Emergency Medicine Conference og þá varstu með bara liðið í gallabuxum og bakbókunum og einhverjum gönguskóm og svona alls konar og bara alls konar fólk og miklu meiri hávaði og einhvern veginn og þarna fann ég, þar átti ég heima en hins vegar það þannig að á meðan álagið við erum hönnuð
með þetta æðislega kerfi sem streitukerfið og streitukerfið, ef það er úr lítið, þá er bara leiði. Ég meina, þá er voða lítið að gerast. Það er loka klukkanum. Já, en ef að streitukerfið er í góðu og þá hjálpar það til að hámarka getu okkar. En ef það verður of mikið og verður viðvarandi, þá náttúrulega fer það að valda skaða. En við erum gerð til þess að þola álag tíma og hönnuð í það. Þannig að ef að vinnan er þannig að það koma tarnir og þú ferð og kerfi fyrir upp, en þú færð að hvíla þig og nær endurheimt á milli, færð rétt að taka kaffibolla með kollegunum eða fara í mat eða skreppa á klósetti sem er mjög mikilvægt að hægt sé að gera í vinnunni. En ef þú færð tækifæri í að endurheimt og stundum verður endurheimtin líka að fara sauma lítið fallegt sár og gera gott og vera með þakkláta mannesku fyrir framannir sem brosin til þín og þakkaði fyrir. Þannig leið og þú hefur tengslin og tíma til að tala við fólkið og þá færður hleðsluna til að fara inn í erfiðu verkefnin aftur. Þetta er að hverfa. Það er vandamálið. Við erum farin að eyða læknar fyrir fram að tölvunar, sumir, lágmarkstölunar eru 50% fyrir fram að tölvuna, sumir segja að það sé komið upp í 70% fyrir fram að tölvunni í starfi. Það var ekki þessna sem við fórum í læknisfræði. Og það er eitt af því sem er að valda kulnun lækna, að það er þessi mikli tíma í skráningu, í basl við tölvuna og tölvukerfin og þessi tíma fyrir fram einhvern skerm, en ekki í að vinna við að hjálpa fólki. Hún var miklu meiri krefjandi það að vera ekki í vinnuninni að hjálpa fólki og leysa það, heldur þegar tíminn var að fara í allt annað og ef þér fannst vera eitthvað og varst að benda á það, þú veist, það þyrfti að gera, við getum gert þetta betur, þá bara já, gerðu áverksskýrslu og farðu að gera skýrslu og eitthvað svona, við erum ekki mikið skýrslugerða fólk, við verðum að skráa vissulega heilsufarsupplýsingar skjólstæðingar okkar og okkur ber að gera það vel og hvað við erum að hugsa og hvað greiningar og svona rökstiga þar sem við erum að vinna með viðkomandi, en það eru aðrir þættir sem eru farin að trufla svo læknistarfið og svo þegar álagið verður viðvarandi og þá alltaf að hlaupa hraðar og það gildir náttúrulega alla og bara ég byrja þar út og varst að minnast við starfið mitt, en það er mjög vel hægt og þetta er mjög þakklátt og gefandi starf og vel hægt að vinna það ef að það er ekki stöðugt álag og ef það er líka hægt að gera hlutina vel. Það fyrir mjög illa með fólk, bæði lækna og aðra, að ef að þú ert í vinnu og þú getur ekki sinnt henni eins vel eins og þú veist að hægt er að gera. Þetta heitir moral injury. Ég hlustaði á fyrirlestur eða hjá einmitt bandarískur lækni sem hann var að færa rök fyrir því að stærsta ástæðan fyrir kulnun lækna væri þetta sem þú ert að segja núna. Akkurat. Að við fórum inn í þetta starf til þess að lækna fólk, svo erum við alltaf komin í aðstæðu þar sem við erum ekki að gera það eins og við viljum vera að gera það. Og það er mjög erfitt, bæði það, þú hefur þekkingun og veist að það er hægt að gera það, en ef að þú tímanlega séð eða af öðrum ástæðum eða það er alltaf verið að brjóta niður einhver góð kerfi og teymisvinnu sem er búið að byggja upp út af því að alltaf að spara og hagræða, að þá fyrir orkan í að reyna alltaf að vera að verja það og alls konar í staðan fyrir að vinna. Kallar þetta moral injury? Moral injury, já, svona, að þegar það er svona verið að ráðast á eða trufla eigin siðferði skildi. En ég kann ekki þýða það betur. Ég held að þetta sé algengt í mörgum stéttum, ég held að þetta sé líka í fjölmiðlastéttinni, að það sem býr til þú ferði í fjölmiðla, væntanlega flestallir fara í fjölmiðla því þá langar að gera samfélagið betra. Svo allt í næstu komin í aðstæður sem bara fara engan tíma til þess að grafa hann í neinn mál og það verður í raun og veru, þú veist, það er ekkert mál að vera undir miklu álagi ef þú ert samkvæmi gildónuðin. Algjörlega, ég tek undir þetta og ég var svo ánægð að sjá að það hafa verið að veita velun fyrir rannsóknarblaðamennsku daginn, vegna þess að fjölmiðlar, fjórða vald, eru gífurlega mikilvæg fyrir samfélag. Og þarna, en það er mikilvægt að það gangi ekki bara út af einhverju smellur í tölvunni, að bara einhverju fyrirsátni sem eru sláandi og það er meðal annars einu ástæðum fyrir mér finnst líka stundum svolítið áskorun að fara í viðtöl. Hvað verður svo vegna þess að viðtalið, þarna hefur maður tækifæri að koma einhverjum hugsjónum og skoðunum á framfæri, en stundum hefur maður lent í því að það sé bara tekið eitthvað eitt úr samhengi og það er eitt af því sem veldur mér svolítið streitu á þannig fyrir viðtöl, að ég vil gjarnan að það sé ekki, þannig að ég svona
ég reyni bara að velja vel og það sem ég treysti fólki og eða ef ég þekki það ekki til þeirra hvernig fólk það eru þá vanda ég mig mjög vel vegna þess að það eitt af því sem ég finnst svolítið vandasamt við að koma fram sem læknir að sem læknir ertu ekki alveg eyland leið og þú gengst inn á það með læknisstarfið eða fæið, þetta profession sem það að þá stendur á öxlum þeirra sem komu undan Einmitt. Og þú færð traust frá því, þannig að þú ert að fara mjög varlega með það traust. Þetta ofboðslega áhugavert út af því að þannig maður komin í svo sammála sem þú segir að þú kemur fram sem læknir og þá ert á einhvern nátt að tala fyrir hönd annara lækna líka eða vissuleiti en síðan kannski einmitt verður þetta líka til þess að fólk verður sérstaklega í litlu samfélagi eins og Íslandi smygt að tjá sig. Nei, algjörlega og þetta líka, ég reyna að hafa svolítið aðgreitt að segja mér finnst eða ég held og svo annars og svo ef ég þarf að bakka upp einhverju kannski stefnubreytingar þá vitna ég í rannsóknir eða við að fyrirlesa fyrir fram stjórnendur þar sem ég þarf virkilega að sína af hverju faglega og líka bara varandi sparna á peningum og aukin afköst, af hverju skiptir máli að hafa starfsfólkið í sem bestu formi, okkur að það borgar sig hreinlega að vera gott starfsfólkið sitt en það þetta með tröstið og þannig að maður þarf svona svolítið að vanda sig ég minni ég meira svo þurfti að kaupa ég mann upplöf þegar ég fór í viðtölin eða ég fór í eitt viðtal til Bretlands að þá þurfti ég að kaupa föt til að fara í viðtalið og svo þurfti ég að kaupa föt til ég fór í réttasal til að vera svona virðuleg og ímyndin eins og ef fólk heldur og vera virðuleg og eitthvað svona en allavega en þetta með trösti, þetta svo gífulega mikilvægt þannig að maður svona stundum ég Kristín Sigurðardóttir þannig að ég svolítið flippar í eðli mínu að ég svona þarf svona fara gætilega stundum ég geti kannski alveg látið allt flakka sem er bytt í hug ef ég fengi bara verið ég en það fekk ég að vera bæði sem sagt ég fekk að vera það þegar ég fór til Spánar bara svona talandi þetta bara orð sem við vorum að tala áðan eftir ég var í Bretlandi og ég var bara kannski í strætó eða einhver staðar og við var eitthvað að tala við fólk og eitthvað og svo kom ég ljós þegar kom að spurningin, hún kom miklu seinna í Bretlandi heldur hún kemur hérna á Íslandi, hún kemur svo fljótt bara við hvað gerurðu? Það er fyrsta spurningin á Íslandi en ég stundum að spyrja hvað gerurðu og ég meina bara í lífinu, hvað finnst þið gaman og hver ert þú og hver þín saga en hér það svo mikið einmitt hvað starfaru, þetta alveg en það út í Bretlandi, þannig að svo kannski kom í ljós ég var læknir og þá kom oh, I'm sorry, eins og fólk hefði bara ekki verið að tala við mig, verið læknir að vera að trufla mig og ég bara, þannig að þegar ég flutti til Spánar, þá ætla ég ekki að lendi þessu aftur og þá, út af það var svo gaman, þegar við fluttum fyrst, þá fór ég bara í skóla, þannig að ég var ekki að vinna til að byrja með og var í skóla og læra spænsku og bara alls konar fólk og þá sagði ég bara, já ég Kristín og ég nemandi og það var mjög gaman Fannstu breytingu á því hvernig fólk tók á móti þér? Það það finna og ég gerði þetta alveg í hálft ár vegna þess að svo eru strákunir í fótbolta og foreldrarnir fylgjast strákunum á allar æfingar og allar leikir og leikir allar helgar og mjög mikið svona samfélagi kringum fótboltan að þannig að ég gerði þetta líka þar ég var ekkert að segja hvað ég gerði, ég bara nefndi út að ég gat, það var alveg rétt og svo erum við náttúrulega bara nefndur í lífinu við erum alltaf að læra Algjörlega. En svo var dásamlegt á Spáni þá skipti þetta bara engu máli þegar að svo bara við kynntumst fólki betur og komum í ljós hvað við vorum að gera og hitt og þetta og maður var að eigna sínu spænsku vinni þá skipti þetta ekki máli allavega þar sem við vorum og þannig að það var einhvern veginn ótrúlega friskandi að bara finna það eiginlega skipti meiri máli og það var pínu fyndið að strákunir voru góður í fótbolta það var það sem gaf okkur virðinguna ef það er hægt að horfa þannig á það en mér fannst þetta dásamlegt að þarna þessi ár sem við vorum þetta skipti ekki máli, enda töluður við vorum nýri Las Palmas sem er náttúrulega í raun og veru næra Afríku en Evrópu en þá var það þannig að þau töluðu aðra Spánverja upp á meilandur og þau sem bara fólki frá Barcelona og Madrid þau eru alveg logo þau hugsa bara vinnuna og í fyrst og öðru og þriðja sæti svo hugsaðu fjölskyldun og vinnin og lífið en þarna hjá þeim og við kynntumst líka mörgum bara frá mörgum hér Spánar þá lífið og fjölskyldan og vinnirnir í fyrsta sæti það málið og svo kom vinnan til að hafa nóg
Einmitt. Og meiri sig að vera Íslendingur á íslenskum launum, þar sem við bjökum, á íslenskum launum voru við í efsta 3% þjóðfélagsins hvað ríkidæmi varðaði og það var mjög svona humbling. Ég veit ekki hvernig ég á að segja það á íslensku, humbling. Já, svona ekki auðmýkjandi, veit ekki hvað það er. Nei, en það allavega, ef það var ekki búin að kenna manni auðmýkt, þá þarna, og ef ég má segja mér hrunið í þessu sambandi, ef ég hugsa til Spánar, hrunið fyrir mér á Íslandi, það var hrun ákveðna siðferðisskylda og græðgisvæðingu í raun og veru, finnst mér, en niður á Spáni, ég á erfitt með að tala um kreppu hér. Við vorum þarna, við bjuggum þarna öll þessi ár þegar þetta var og við fórum frá því að sjá, eins og maður var vanur út á Dórborgum því miður, að það var útigangsfólk að leita í ruslinu. Það breyttist á þessum árum, það var alls konar fólk í venjulegum fötum, allur aldur, að leita í ruslinu, út af því að allt rusl, þú hendir öllu ruslu utan við, sortir að þið gáma þar og ég hætti að gefa föt strákuna þegar ég uksu upp úr þeim í kirkjuna og svo framvegis, eða Rauðakrossin, ég bara þvoði þau og setti þau í poka og setti þau út við hliðina á ruslinu og þetta fór allt leið. Já. Og meiri segja út af því ég man eftir fótboltanum, út af maður horfði svolítið á sem sagt, bátarnir sem voru komið frá Afríku. Einmitt. Og maður vissi það var hluti þeirra sem komst aldrei alla leið og sökk, ég menn þetta er ótrúlega harður heimur. Það er rosalegt. Og maður horfði á þessu lítuðu drengi sem höfðu þó komist eða fjölskyldu komist yfir, utan við girðinguna verið að horfa inn á völlin og langa til að fá að spila fótbolta eins og þessir sem voru fættir þarna og svo við aðkomu fólk fengum að vera með í. Þannig að það var meiri að þannig var þetta fótboltaskona og svo framvegis og fötin, ég skildi þau eftir þá hjá ruslafötunum við liðin á völlunum þegar þeir voru vaxnir upp úr og bara vaxnir upp úr skonum. Og svo er ein saga sem ég finnst svo átakanleg sem ég bara sé fyrir mér alltaf þegar fólk fyrir að tala um kreppu hér. Mér finnst raunverulega við flest á Íslandi höfum það mjög gott en það er mjög gæta vaxandi fátækt. En eitt árið mertu við fótboltaskóstrákana, gáðum þeim þannig afmælisgjöf og svo voru skotunars Tryggva mertir en þeir voru götóttir, þeir voru algjörlega ónýtir þannig ég hendi þeim. Og svo kom maðurinn minn heim úr vinnunni í daginn og hann sá mann hálfan onni í þessum stórum gám og hann var búin að veiða annan skóinars Tryggva upp úr ruslinu og þetta var sko ógeðslega ruslið, þetta var ekki, ég hafði bara hendið mér í alvörni, þá var hann búin að veiða annan skóin og var að leita hinum, hálfur onni í gámnum. Og þetta er svo, eins og segi, sobering, auðmýktinn og einhvern veginn. Já, þetta er átakanlegt og einmitt, svona, sem er kannski aðeins svona einmitt, að það er, þegar maður kemur til þessar Suður-Evrópulanda sem fóru mjög illa út úr þessu tímabili og atvinnuleysi rosa hátt og það er allt annað, maður slettir allt annað level af fátækt. Allt annað. En eina sem er kannski að það er sem er kannski aðeins skárra við að vera fátækur þar sem veður er svona gott, að þá skipta híbíliðin ekki alveg miklu máli. Á Íslandi leggjum við svo mikið upp úr því að við erum svo mikið inni. Algjörlega. Að þá erum við, þú veist, að þá það sem er kannski erfitt á Íslandi er að þú hefur þak yfir höfuðið, þú hefur mat, en þið kannski langar ekki að bjóða neinum í heimsókn af því að heimilið er ekki að fallegt og hinum. Sko. Nei, samanburðun verður mjög erfiður og hann, ég vil alls ekki gera lítið úr því, hann er mjög alvarlegur og fyrir börn að alast upp í skekkju og finnast á einhvern hátt að þjóðfélagi finnst þið ekki virði og aðrir, það er mjög erfitt. Mjög erfitt viðanesti, þannig að við þurfum að gæta að öryggi og velferð barna og ég fagna svo gífurlega þessari vinnu sem hefur átt sér stað núna og ég baði mynd Ásmund Einar að opna þingið okkar á læknadögum álög og áföll og áhrif á mannslíkamann og var mjög þakklátt að hann gerði það og mjög þakklátt þeirri vinnu sem hefur verið í gangi og skiptir öllum á. Já, hann kom inn í viðtaltíminu daginn og mjög góð vinna sem er eigið sér staðar. Algjörlega, fagna því. Talandum forvarnir að grípa fyrr inn í, strax í æskur. Já, og þetta held ég mun breyta því að það verða þá einhverju einstaklingar sem hefur annars verið að mæta slys og bráðadeildirnar
með meiri veikindi, það alveg ljóst og bara vísindi styðja það er ekki bara það að við vitum að við höldum það, heldur því meiri erfiðleikar í æsku, því meiri áföll, því verður heilsan, því meiri styttast ævilíkurnar, því meiri verða vandamálin og meðal annars koma líka upp fíkni vandamálin sem eru hrikalega erfið viðureignar en allskyns líkamleg veikindi sem eru aukin líka, þannig að þetta gífurleg forvörn og ég held að það sé það líka kannski okkar leið til þess að fást við sorgina, vegna þess að standa frammi fyrir foreldrum eða aðstandundum og tilkynna alvarleg meiðsl eða fráföll sem verða, það eitt af því sem gefur manni orkuna inn í forvarninar og mikilvægi þeirra og vissuna hvað þau skipta gífurlegu máli. Einmitt. Þannig að breyttist þú veiktist af þegar það var það ekki rétt, það ekki rétt hjá mér, þetta var tímabilið þegar voru mjög margir að veikjast inn á Landspítalanum út af rakaskemmdum í húsnæðinu. Ég er ein af þeim og breytti það svolítið svona að því þú veist, nú þetta var kom tímabil þar sem að þetta einhvern veginn mygla og raki, þetta var svona hálfpartinn svona afskrifað sem einhver hýpokondría bara. Svo fór þetta að hrjá heilbrigðisstarfsfólk. Þá náttúrulega einhvern veginn neyðist fólk til þess að horfast í augu við að þetta raunverulegt fyrirbæri. Breytti það á einhvern nátt sýninni á svona einmitt, þessa lífstílsjúkdóma og þetta einhvern veginn hvað fólk að glíma við að gangi gegnum svona sjálf? Nei, ég get ekki sagt það. Ég ef þú spyrð fólki mitt, mér hef einhvern spurt og það var þarna, ég hef alltaf verið svona svolítið fighter, þú veist, ég ætla bara að tækla þetta eins og önnur verkefni sem að svona lífið hefur annarkvort rétt mér að hent í mig eftir hvernig þú horfir á það og þannig og ég hef alltaf verið að reyna að hjálpa fólki og bæta og ef ég séð eitthvað alveg frá því ég barn, ég meina ég hef alltaf verið þar og á skólastugum og verið í nefndum og embættum og verið að reyna laga og bæta og breyta þannig að það sem sagt breytti því ekki, kannski eina sem það breytti var það að áður vildi ég algjörlega halda mínu persónu frá málefnum sem ég var að tala og það kannski breytti því og ég hef engan áhuga að tala eigin veikindi eða eigin eitthvað þannig raunverulega en það kannski breytti því að mér fannst vegna þess að ég hefði getað áttað mig á hvað var í gangi nema samstarfsfólk ég held bara að ég var eitthvað flensur út ég kom frá Spáni og nema þá var þá vitneskja og einhver voru búin að brjóta ísinn eitthvað undan en svo þegar ónæmislæknir hérna setti með einhverja meðferð sem meikaði engus ekkert sens sem sagt var samkvæmt þeirri læknisfræði sem ég hefði lært að ég fór að kynna mér þetta að þá fannst mér þurfa að færa svolítið þekkingunum fram þess vegna held ég málþingu þetta þarna á læknadögum og fór í þessi heilbrigðisyfirvöld sem eiga að vera að sjá þetta og heilbrigðisráðuneytið og til landlæknis og þróunarmiðstöð heilsugjörslunnar og fleiri staði til að kynna þetta og til að lyfta upp þekkinguna og mér fannst ég var líka að reyna að lyfta upp þekkinguna með að lækna þannig að þið gætu verið að sinna þessu fólki og hefðu aukinn skilning á þessum vanda en þannig að það opnaði inn á en út af því að ég lenti í þessu að þá sagði ég frá því sem ég hefði annars ekkert verið að ræða eigin veikindi eða kannski eigin persónu ofnbörlega og mér fannst ég svona þurfa að gera það út að ég fekk eitthvað hjálp einhverju meðferð bæði vegna það var einn af læknunum hérna sem hafði kynnt sér þessi fræði og svo vegna þess að ég kynnti mér þau ennþá betur og til þess að reyna að skilja af hverju var þessi meðferð að hjálpa sem ég fannst ég hafði ekkert lært og eitthvað að þá að reyna að færa þá þekkingu fram en þetta eitthvað sem ég hef engan áhuga að ræðum og það ég líka eitt af því sem ég kendi læknanemunum þegar voru að koma til okkur á spítalan eða unglæknunum eða öðrum eða þegar ég er að kenna í læknanáminu í háskólanum að við megum alls ekki sjúkdómsvæða fólk er ekki sjúkdómunum sinn. En það var einmitt það sem ég langaði að tala við þig varðandi þetta á einhvern nátt, þú veist náttúrulega ekki sambara á einhvern nátt þetta samt eins og kulnun þetta svona langvarandi þegar fólk lendir í því að verða alltaf í orðið ofboðslega viðkvæmt fyrir raka skemmdum, þá það glíma við svona eitthvað, þetta getur verið rosalega þolinmæðis vinna að vinna svo út úr þessu, alveg eins og með kulnun og fleiri hluti og þá langar mér bara að spurja mig út frá þinni eigin vegferð og út frá fræðunum hvaða leiðir
er best að nota þegar fólk að glíma við eitthvað sem ekki, ég fekk sýkingu, ég tek sýklalyf, það lagast. Akkurat. Eitthvað sem svona, þú ert að taka 2 skref áfram, 1 aftur á bak og það getur tekið langan tíma að þola með þess vinna. Það bara þetta, þú veist, það hreyfingin, hugleiðslan, náttúran? Annars vegar held ég, já, það allt þetta. Og ég held annars vegar að ég sjálf var mjög heppin þegar ég veiktist, ég var svo hrikalega hraust. En ég hef alltaf verið, þegar ég kom heim þarna í gagnfræðaskóla frá Ameríku, þá voru við vön bara að vera út að skokka og það var ekki þekkt þá. Fólk bara kallaði hvað ertu með þess að strætó og ekkert grín og eitthvað svona. Þannig ég hef alltaf hlaupið og verið í íþróttum og alls konar, bara að fjölbreytt og lifa lífinu mjög lifandi. Þannig að ég var í superformi og ég segi stundum við fólk það þarf vilja vera hraust til að þola það að veikjast. Já. Og maður sér það líka sem læknir, bæði inn á spítalanum sjálfum, bara inn á slys og bráða, en hvað þú, ég hef líka unnið í endurhæfingu, hvað himinn og haf, hvað fólk þolir veikindi og slys, með á hvernig ástandið það var fyrir. Það svo mikil munur og þannig að þess vegna skiptir þetta bara svo miklu máli almennt fyrir fólk og það þá getur verið að lifa góðan og heilsusamlegan lífstíl til að minnka líkurnar á einhverju eftir einhver ár, þá bara því líður betur núna, bara líður auðveldar og því líður betur meiri veljaðan og það það sem mér finnst skipta svo miklu máli. En þannig að þetta allt hjálpaði mér og svo svona hugafarið að það sem ég fannst kannski erfiðast að glíma eiga við með þessi veikindi, þannig að maður átti við þessi bara eins og fólk lendir í öllum öðrum veikindum, að það var hvað allt var klikkað í kringum mig, að allt í nú gast ekki farið og fullt á stöðum og ég svona social animal, ég svona mjög mikið félagsvera og mér fannst einsemdin, mér fannst hún erfið út af því að það var allt í nú við vorum alltaf með opið heimili áður og bara allir gáttu komið og bara einhvern veginn verið þannig og en þegar ég var veikust þá var ég svo næm líka bara fólki sem kom frá slæmum stöðum og líka ef það notaði sjampú eða ilmvatn og bara Ariel Ultra og allt þetta, það bara næmnin var svo mikil þegar ég var veikust og þannig að það þótti mér erfitt að glíma við klikkað tilveru og það var ekki einu sinni þannig að ég, sem sagt, það þurfti bara fólk að passa sig og svo var náttúrulega hluta fólki sem hélt þetta væri bara eitthvað rugl og þetta ekki bara í hausnum á þér og ég vildi þetta hefði bara verið í hausnum á mér en þess að ég bara geta að tala við geðlækni og það geti hjálpað mér með það og ég sæti ekki eftir mig eitthvað svona vefrænan skaða ég meina, ég vildi það og eða fólk spurði mig, þetta kulnun eða eitthvað svona og ég reyndar var á tímabili í mínu lífi sem ég var að vinna mjög auðvelda vinnu, ég var ekki slys og bráðdeild en þennan tíma ég hafði ætlað mér að koma heim í hlutavinnu til að koma strákunum svo vel af stað í bara skóla og námi og svona út af þeir komu líka heim í gagnfræðaskóla og hafði aldrei verið í íslensku skóla yngstu 2 þannig ég held þeir þyrftu svona á mér að halda þannig ég var ekki að vinna mikið með mig allavega og það bara tiltölulega góðu tími þannig en þannig að það var erfitt að fást við breyttan ytri umhverfi og það voru alls konar hluti sem að mér fannst leitt að missa út úr mínu lífi, svona bara hluti sem maður var vanur að gera og líka missa þessa frábæru heilsu. Mér að það var dálítið skellur, ég viðurkenni það alveg, en það var enginn sem sagði okkur, lofa okkur lífið bara í lagi og við vitum það og ég meina, og það ekki frá því að ég þarna læknir, ég meina móður mín misti móður sína þegar hún var táningur og faðir minn líka og pabbi þegar ég var út í Ameríku hann var á risastórum krabbameinsspítala og við fórum stundum til þess að sjá pabba, ég meina þeir unnu svo mikið þessi læknar, maður þurfti að fara á spítala en ég meina þarna var náttúrulega bæði fólk og börn og maður sá augljóslega voru búin að vissa hárið, maður vissi þau voru lasin ég hef einhvern veginn alltaf bara verið mjög meðvituð hvað við erum heppin að vera á lífi og hafa líf og heilsu og líka eins og ég segi stríðið og alls konar sem ég var að sjá líka bara í fjölskyldum vina minna og það hefur bara verið þannig að fólk hefur líka svo mikið sagt mér frá vandamálum sínum, ég hef alltaf gert mig grein fyrir hvernig það bak við tjöldin og plús þar síðan komið slys og bráðdeildir sem svona svolítið þverskurður og þjóðfélagið, hvernig það þannig að ég myndi ekki segja að þessi kjarni minn hafi breyst við það, en það sem breyttist var náttúrulega það að því miður að það ég get ekki unnið eins og þessar byggingar eru illa farnar og það náttúrulega vanræksla varðandi
viðgerðir og það varð að taka pening úr sem hefði þurft að fara í viðhald og viðgerðir í rekstur til þess að sinna þjónustunni, þannig að mér finnst svolítið skakt gefið í þjóðfélaginu okkar, mér finnst skakt gefið á þann hátt að fólki sem vinnur með börnin okkar, það dýrmætasta sem við eigum og allt skólastigið og svo, ég meina, alla viðbragðs, allt fólki sem vinnur með fólkið, ég meina, hvort sem það slökkvilið, lögregla og þarna allir inn á sjúkrahúsum og á öllum stigum, að það svolítið skakt gefið að það margfalt meiri virði fjárhagslega, sem fjárhagsleg umbun, sem á vissan hátt nútíminn að segja hvers virðið þú ert, að ef þú starfa með peninga, frekar með fólk, að þá sé eins og það sé einhvers meiri virði. Já. Mér finnst við öll vera mikilvæg og það eigi að horfa á hlutin í því samhengi, og einhver svona blanda, ég er svona miðjumanniskja, en allavega þannig ég held að það sem þau gerðu hins vegar var að það sem ég get ekki unnið inn á spítalanum eins og hann að þarna í dag, að þá hefur það skapað miklu meiri pláss til að gera alls konar annað sem ég var alltaf að gera en í miklu minni mæli. Já. En hjarta slær líka þar og ég þarf alltaf verið að biðja mig að koma að einhverju og ég svo heppin og nýt þeirra forréttinda í dag að ég get svolítið valið verkefnin eftir því hvort þau annarkvort hafðu til mín og hjarta slær og hafið tilgang eða hvort þau séu skemmtileg og oftast fyrir þetta svona hvort þau ekki saman og þannig ég miklu meira í svona fyrirlesturum og kenna og komin á einhver málþing eða fara í fyrirtæki eða alls konar og við höfum þessa litla fyrirtækis minns á heildina litið og þarna að mér finnst þetta að vera á heildina litið, það svona heildrænt allt saman og þarna og svo dett ég inn í alls konar ævintýraverkefni, ég meina eitt af háunum mínum, ég með svona einn af fyrirlestrunum, mér finnst svo gaman að taka saman þekkingu og vísindi og koma því yfir á mannamál og líka að reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt, þannig að ég varandi svona þessi streitur á því eða seglur á að mér finnst bara svolítið gaman að allt byrja á sama stað, svolítið áskrunni því og það alveg hægt og eitt af háunum mínum húmor, talandi tungumálið. Húmor, það náttúrulega orðið fyrir líkamsvessa á læknisfræði latínu, grunnurinn okkar, vökvi lífsins elixír. Og þetta bara partur af okkur og hláturinn, þessi bæði gleði sprengja og þetta saminnar okkar í mennskun okkar. Og svo svona síðasta verkefni sem ég var verið að biðja að koma með HR í opna háskólanum að koma húmornámskeiði og ég meina húmor og látur og gleði og það góða í lífinu maður dettur inn í alls konar einhver ævintýri og þannig að þetta hefur skapað pláss og þetta sem ég að gera líka með til dæmis Gyðudröfn og það var þannig að Gyða Tryggvadóttir kemur úr fjölmiðlaheimilum en lýðheilsufræðingur og búta sean líka og verið líka mikið í ráðgjöfunu varandi meðvirkni sem að þessi samskiptaskekkjur sem fólk lendir í og ég meina samskipti og vandamál í samskiptum, það náttúrulega aldeilis streituvaldandi og veldur heilmiklum vanda og það svo mikið að vinna að bæta samskipti, hvort sem á vinnustað eða í fjölskyldum eða hvernig sem það þannig að það mjög gæfisum vinna og við höfum verið með námskeið og hún hefur verið að skipuleggja mjög flott heilsu málþing alveg síðustu 10-15 árin fyrir almenning að koma með læknisfræðilega hluti og bæði blanda blanda fræðslu til almennings og það svona hefur verið að vaksa sú vinna sem mjög skemmtileg og mjög gefandi en það var þannig að ég hafði hringt í hana fyrir 10 árum minni bjóðspáni og ég hafði farið á sjálfsvarnanámskeið og í staðan fyrir að byrja svona heavy duty og ég held að þetta byrja að vera svona alvöru líkansrækt og eitthvað svona erfitt þá byrja hann með okkur í austrænum fræðum og þannig að grunnurinn kemur frá því munkarnir voru að verja sig og þar voru svona, fyrst var þessi eldskýrt með slökkuliðinu að fara í jóga svo kom þessi næsta svolítið eldskýrt þarna á þessu sjálfsvarnanámskeiði og með sjálfsvarnanámskeið, ég ætla kannski líka að segja að það var alveg ótrúlegt út að ég slís og bráðlæknir og ég er búin að heyra fólk segja alls konar sögur þegar ég kemur með alls konar áverka og ég verð að fá að henda hérna inn ótrúlega þakklæti til
Bubba Mortens og Bríetar og Guðrúnar og þeirra sem að hafa verið að lyfta upp og þetta ótrúlega fallegu lag sem þau voru að gefa út til þess að lyfta upp heimilisofbeldinu og þessu ofbeldi sem á sér stað vegna þess að ég náttúrulega dreyti því sem að sá þarna og hefur séð og það eru ákveðna áverkamunstur sem þú sérð og eru svona varnar svolítið áverkar og maður talar svolítið knife stick injury varnar ávist á handleggnum þegar að vera að verja sig og svona fleiri eða hendun sem taka upp og ýmislegt sem maður sér, ýmismunstur nema hvað til að gera langarsögu stutta ég líti að vera martröð viðtals en heldur betur ekki þá var það þannig að tengdafóreldrar voru í heimsókn þannig út á Kanari þegar ég fór á þetta sjálfsvarnarnámskeið og þá var það þannig út að við reyndar þessi bræður sem eru reyndar tvíburar voru þarna, við erum að sitja ára dínu og gólfinu sitt hverjum megin við okkur vegna þess að letu þau fá herbyggi þeirra þegar voru gista hjá okkur þannig var að af einhverjum ástöðum moskító eða eitthvað að ég ætlaði að fara að standa upp og þegar ég var að fara að standa upp þá fattaði ég að sonur minn var á gólfinu á dínu og ég var að byrja að standa upp og liggjandi stöðu í rúminu, ég veit ekki hvernig mér tókst að gera þetta og allt í einu fatti ég get ekki stíð á barnið á hausinu eða hálsinu eða eitthvað þannig ég kastaði mig fram úr rúminu einhvern veginn til að reyna að fara fram hjá honum og ég lendi á náttborðinu og ég fekk þvílíkan áverka á andlitið ég fekk þvílíkan áverka ég misti vöðvin fór hluta til nokkru þræðir í upphandlegnum í sundur þannig ég var öll marinn þar eins og hendi hefði gripið mig þar og síðan þegar ég lendi niður þá skellt ég á neðri kantinn hitt var allt á brúninni utan á framhandlegnum þannig ég var með gífulegt mar þar líka þannig að þetta leit út fyrir allt að vera þessi varnar áverkar þetta er klassist svona tríat talandi þríeiki, þetta er svona þríeiki munstur sem maður getur séð þannig ég fór svona á sjálfsvarnarnámskeið sem var einhvern veginn og það var ekkert hægt að segja að tengd over í heimsókn og það var barnið lág á gólfinu og ég hendi mér fram úr rúmunu þannig svona fór ég nema nú erum við komin aftur í austrænu fræðin og ég satt þarna og við vorum að hlusta á þessa innan inngang sem hann kom með í hverjum tíma og þetta var mjög upplýsandi að hlusta og ég held bara eftir 12 tíman eða eitthvað að ég fór bara heim og hringdi í Gíð og sagði, heyrðu, við verðum bara að vera með námskeið þar sem austræn og vestræn læknisfræði mætast. Þetta er svo samtfinnað. Þannig var það ákveðið. En það sem gerðist, við komum heim svo og fórum við inn á spítalnum, þá var engin tími fyrir svona í raun og veru. En það sem gerðist er að það sem ég get ekki verið þar, þá skapast svo mikið rými og opnaðist svo mörg tækifæri í þessari vinnu. Akkurat. Sem mér finnst bara ótrúlega gefandi og gaman að taka þátt í. Þannig að það er alls konar svona sem ég dætti inn í og meiri sá út af því að þegar ég var að horfa á þann sem stjórnaði upptökun í morgun að þá kom, og þetta er blandað þessari fortíð, þá var ég alveg komin aftur á upphafinu að sjálfsagt frá því ég var svona 9-10 ára í 10 ár, þannig til ég var 19 og ákvaða að fara í læknisfræðina, þá ætlaði ég mér að fara aftur út eftir ég kom heim til Íslands í gagnfræðaskóla og þegar ég var búin með menntaskóla og þess vegna er íslenskan svo léleg. Ég hélt bara áfram að lesa allt á ensku. Ég bara tók grunnskólanámi hér, svo ætlaði ég bara út aftur. Og þarna í að læra stjórn, svona sjónvarpssendinga og upptöku og búa til þætti og miðla fræðslu, svona ekki vera hérna megin eins og ég núna heldur hinum við bakvið. Og þetta er það sem ég ætlaði að gera. En þannig þegar að kom að því, þannig í lok mentó, þá var ég allt í norðun svo mikill íslendingur og svona augun mín höfðu opnast smám saman með árunum og mér raunverulega frá því þá og enn þann dag í dag finnst Ísland vera eitt besta land í heimi og mér finnst við erum með svo mikil forréttindi á svo margan hátt. Annars þegar ég var allast upp í Bandaríkjunum, við vorum eina fólkið, Íslendingarnir, sem ætluðum alltaf heim. Allir hinir útlendingarnir ætluðu að vera áfram. Þau skildu ekki að við ætluðum alltaf heim. En ræturnar okkar eru svo sterkar. Þannig við ætluðum alltaf heim. Og það var eitthvað sem ég vildi alltaf þanga til í lokin. Þanga til ég var að fara náttúrulega í gagnfræðaskóla. Þá vildi ég vera áfram úti. Þannig að þá kom ég heim svona daldi, eða ekki daldi, bara töluvert bandarísk og þarna
En þannig ég hélt áfram að lesa á ensku sem svolítið synd núna, ég vildi að íslenska mín væri betri. Það annars streituvaldur fyrir viðtöl út af því að það Ég heyri hún ekki betur hún sem mjög góð. En mér vantar svo oft svona orðin til að virkilega tjá mig. Mér finnst auðveldara, sérstaklega tilfinninga orð og svona orð sem grípa einhverju stemningu og svona, en allavega þannig að þarna í lokin á mentó, eða bara sumarið, ég ætlaði aldrei læknisfræði, það var ekki einu plan B þá, það var bara ég ætlaði ekki þangað, en svo var það þarna í lokin að ef ég hefði ætlaði farið þetta, stjórn þáttagerð, að þá hefði þurft að fara til Bandaríkjanna, en þá var ég bara svo íslensk og ég vildi ekki kannski fara að kynnast einhverjum og festast út í Ameríku og þá allt þetta verið ekki á Íslandi, þannig að það var eiginlega þessuna sem ég ákvað að aðtók hvort ég ætti kannski að fara í læknisfræði vegna þess að það var ekkert annað þá sem ég datt í hug þegar ég fór að skoða og mér fannst gaman að læra og frábært að læra mannslíkamann og svo hefur fólk alltaf verið að segja mér frá vandamálum sínum, ég var vön því þannig ég ætti kannski að fara í geðlæknisfræði en svo prófaði ég fekk ég að fara inn á spítalan sumarið til að gá hvort það var eitthvað sem væri fyrir mig ég fekk að fara að vera með og fylgjast með okkur aðgerðum og ég gleymi því ekki hvort sem það var annars verið kviðrólsaðgerð og það var allt opnað inn á kvið og allt þurfti að taka gatninur út og það innihaldið og þetta var ótrúlega aðgerð og ég var alveg heilluð og svo var næst eitthvað svona táin og mér fannst það jafnmerkilegt ég bara einhvern veginn byrjaði að hafa áhuga allu og ég var bara hugfangin þarna og svo þegar ég byrjaði í náminu að mér fannst gaman grínlaust að fletta hverju blaðsju að það var bara, já, byrju, þetta svona þannig að forvitnin eitt af kannski líka því sem ég hef alltaf verið forvitnin og fundist bæði gaman að læra og þegar maður uppgötar nýja hluti sem sagt, bara eitthvað sem maður kunni ekki áður og bara, já, þetta svona að það hefur fleytt mér áfram og gleðin hefur fleytt mér svo áfram ef það á að tengjast líka spurningunni frá því áðan að það sem sagt, auðvitað voru bara veikindin mjög erfið og breytingarna sem breytingar eru erfiðar, ég geri ekki lít úr því en þarna og að vera það sem ég fannst að það var ekki bara ég sem var lasin heldur þurfti allt umhverfum mitt að breytast þannig að þetta umfram önnu veikindi að það var mjög erfitt og líka missa það að geta gert allt sem ég gæti gert áður ég þurfti ekki ef það var eitthvað sem kannski langaði að gera þá var það eitthvað sem ég bara gati við leitt en mér datt eitthvað í hug að ég var mjög heppið með það en þetta hefur flækt tilveru mína en lífið flækist hjá mörgum við lífsins vegferð Ólgusjó algjörlega, það bara þannig og þannig en hins vegar þessi hlutir og já, bara ótrúlega margir skemmtilegir hlutir sem að koma í staðinn og þannig að þó að ég hafi ekki sem sagt, farið kannski þetta sem ég ætla að gera að þá hefur það sem sagt, þessi kennsla og meiri sem út af því að þú hafði samband við mig til að koma í viðtalið og þá fór maður eitthvað svona fór hugurinn í fortíðina að það var svo ótrúlega gaman, ég hitti frænda minn á æðisíðunni og var þar að skokka og fara í sjó hérna daginn og hann við vorum að tala um ættamót og við vorum að tala um svona fólkið okkar út af þessari ætt þá mörgum sem finnst gaman að tala og tjá sig og segja sínu meiningu og reyna að hafa áhrif og svona og þá sagði hann, já, við erum svo mörg kennarar og þú ert það líka og mér fannst það svo fallegt að ég fattaði, það var kennara elementi raunvöla sem var ástæðan fyrir mig langaði að fara í þess að þáttagerð og stjórna því og færa þekkingu fram og nú ég bara komin einhvern hring og það það sem ég daldið að gera að kannski taka fræðin og eitthvað af vísindunum og út af því ég ekki vísindumæður en ég elska vísindafólk og þá sem eru að rannsaka og færa okkur nýja þekkingu en kannski koma því á þann form og fræða það þannig að það sjáist hvað það áhugavert og spennandi og skemmtilegt og þess vegna hef ég afþakkað alla rafræna fyrirlestra í COVID nema 2 svar, það var í boði náttúrunnar að það sem við hittumst nákvæmlega og það var meðalans út af því að allir fyrirlestra voru líka í salnum og þá hafði maður samtali við salin og maður gæti séð hvernig ég þarf að vera í tengslunum og flæðinu nákvæmlega, þannig að fólk að
kinga kolli, það sammála, ósamlega og fá að spurja salinn og fá að taka samtalið og svo þarna á læknandum líka að þarna læknaþingi sem var í Hörpunni, þá var ég með nokkur málþing þar og þá fekk ég þig til að koma, ég mjög þakklátt því, ég ætla að þakka fyrir það, það var frábært að fá það og það var á ofkælingar og sjósunds málþingi og það var mjög skemmtilegt og þar vorum við líka svo heppin að forsetinn var til í að opna það fyrir okkur og það fannst mér mikilvægt bæði vegna þess að varandi ofkælinga þáttunu að þinginu, hann mikil útivistamæður og til að minna á mikilvægi þess á Íslandi að vera velbúinn og svo líka vegna sjósundsins að minna á lýðheilsu tækifærin og þarna og eflingu lýðheilsu og að sjálfsög á að hafa opið í sjóin í Nauthólsvíkinni eins og alla sundstaði og alla daga og það var mjög gaman að fá líka hann Björn Rúnar Lúðvíksson til að tala vísindin bak við sjósundin, hvað það sem eflir heilsuna þar og gaman að lyfta því upp þannig og þetta með að lyfta öðrum upp líka vegna sem það ekki bara það að mér finnst gaman sjálf að koma fram og kenna og miðla einhverju sem kannski ég hef lært og finnst spennandi og skipta máli heldur líka að vera skipuleggjall þessa fræðslu, þess að ég var gerða kennslustjóra þegar ég kom heim og á sínu tímu sérnáminu á slís- og bráðdeildinni að vera skipuleggja eins og mann hefur verið gerð við þessi þing að þetta svo mikilvægt að hafa í huga þegar maður lyftur öðrum upp þá verður bjartara að leyfa öðrum og lyfta þeim upp og láta þá skína það dimmir ekkit þitt ljós bara heimurinn verður bjartari Er þetta ekki lókaorð? Bara fín. Frábært að fá það heimsókn. Já, takk fyrir spjallið. Takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.